Já, þá ætlum við að byrja að fara yfir verkefni 2A og skrá niður mæliniðurstöður. Við erum hérna með íhlutina, eða tækin sem við notum í æfinguna. Við erum með spennugjafa og ég er búinn að koma honum fyrir í Multisim og 2200 mikrofaraða þétti og hann er hérna og síðan er 15 kg mótstaða og svo get ég náttúrulega alltaf afhlaðið þéttin með því að skipta rofanum hérna með því á space. Núna sjáum við að þéttirinn er alveg að verða full hlaðinn, hann er komin í 9,9 volt hérna en til þess að geta fengið nógu nákvæmar niðurstöður þá var viðnámið, þetta 15 kg viðnám, mælt með afmæli stiltum á ohm viðnámsmælingu. Og í þessu tilviki hér þá mældist mótstaðan 15.065 ohm eða 15,065 kilo. Og þá skráum við þetta hjá okkur í skýrsluna og þegar við byrjum að hlaða þéttinn. Nú er ég náttúrulega ekki með það tilfelli hérna. Ég er með hann fullhlaði og ég ætla að fara í þetta núna eftir. Ég ætla að afhlaða þéttinn núna fyrst áður en svo ég geti byrjað. Ég ætla að smella hérna á space. Þá breytist rofinn hérna, tengist hérna niður og þá afhleðst þéttirinn hérna í gegnum 15 kg mótstöðina. Og þá sjáum við hvað gerist. Ég þarf að vera með þetta valið og þá er þéttirinn að afhlaðast hérna. Komin 9,7 og svo framvegis og straumurinn fer í gagnstæða átt og þess vegna kemur mínus hérna á straumverðin. Nú, við vorum með 100 ohma mótstöður til þess að afhlaða hratt, það er líka hægt að gera það, svo við þurfum ekki að bíða endalaust eftir því að þéttirinn afhlaðist. Þannig að ég ætla bara að slökkva á rásinni og það sem ég get gert, ég get í rauninni með því að ræsa aftur, þá fer hann í 0 sko. Þannig að ég þarf ekki að tengja hérna 100 ohma viðnám til þess að afhlaða þéttinn. En þannig að þetta er rásin er tiltölulega einföld, enda veitir ekki af, það er talsvert erfitt fyrir forritið að líkja eftir breytingum í þéttinum. Þetta er mjög þungt í vöfum þegar við erum með þétti í rásinni. Það er svo mikið af útreikningum og alveg sífellt að reikna út. Þannig að núna er þéttirinn afhlaðinn, við sjáum það er 0 volt hérna og það er engin straumur og við erum tengdað með skiptirofan hérna niður í mínus. Og ég ætla að breyta hérna og yfir í það að setja rásina í gang og já, það er spurning náttúrulega hvort að þið mynduð reyna að gera þessa rás, þið getið gert þetta náttúrulega frekar eftir á. En bara fylgjast með núna og svo sé ég sem sagt í byrjun þá ætla ég að reyna að sjá hvað straumurinn verður mikill, sjá hvort að það næst svipaðar niðurstöður eins og voru teknar hérna. Í rauninni þá ætti að vera full spenna yfir viðnámið en nú er þéttirinn að bara byrja að hlaðast upp þannig að hann er tómur, þess vegna er 0 volt hérna, ætti að vera 0 volt. Svo að við skulum sjá hvað gerist, þessi mælir er fljótur að sýna strauminn, en þessi verður náttúrulega áfram í 0 og þá ætla ég að smella hérna á space og skipta rofanum. 1, 2 og við fáum straum 0,657. Já, það er hérna, hann er svolítið hægur þannig að 0,67 hefur verið hérna mælt í byrjun. Og núna byrja þéttirinn að hlaðast upp hægt og rólega og við vorum ekki með mæli en forritið réð ekki við það. Það kom ekki rétt út. Þannig að nú hleðst þéttirinn upp og
við bíðum svolítið eftir því að hann hlaðist. Ég gæti sjálfu sér haft bara annan rofa til þess að flýta fyrir hleðslunni, tengt fram hjá viðnáminu. En sem sagt í byrjun þá staðan þessi, síðan sem sagt þannig að þið skrifið strauminn 0,67 mA, síðan skrifum við spennuna yfir viðnámið 10 volt og skrifum í byrjun var spennan 0 volt yfir þéttin. Svo hérna á næstu blaðsíðu þá kemur að við höfum að taka mælingar þegar þéttirinn orðinn full hlaðinn. Þá ættum við að vera komið með strauminn niður í 0 og við sjáum hérna að hann alltaf að minnka hérna straumurinn og við erum að vera komið með 5 volt hérna yfir þéttin. En kannski ég reyni að sjá hvort ég get breytt þessu hérna í 1 ohm. Þetta milliohm hérna. Ok, breyta þessu bara í 1 ohm, sjá hvað hann gerir þá. Ég seti í gang og þá var hann tiltölulega fljótur að hlaðast upp. Það var nokkuð snöggur á því. Sem sagt, og þegar að við erum búin að hlaða upp þéttinn, sem sagt, þá endar á því að hann fær 10 volta spennu, spennan yfir viðnámið verður 0 og straumurinn fer niður í 0. Þannig að það komið sama spenna á þéttin og spennugjafann. En þetta tekur dálítið langan tíma. Svo að ég bíð ekki mjög lengi með þetta. Og svo spurti það, hvað segir þessar mælingar samhengi milli straums og spennu í þétti? Og við segjum þá að straumurinn á undan spennunni í þétti. Þess að fyrst þarf straumurinn að renna til þess að hlaða þéttin, þá kemur spennan á eftir. Eða við getum sagt að spennan komi á eftir straumnum í þéttinu. Það líka hægt að segja það, það sama, bara í öfri röð. Hvort ekki rétt. Og þá bara að, það var mælingin að prófa að taka svona mælingu og ég veit ekki hvort að þetta tekur kannski of langan tíma fyrir okkur að reyna að sjá þetta, svo að það frekar að við skráum bara inn þessar mælingar og í rauninni þá ætti þetta að gerast þegar við værum að hlaða upp þéttinn. Ég seti hérna aftur 15.000 ohm. Og þá myndi hann hlaðast upp, komin upp í 1 volt eftir 3,5 sekúndu og svo koll af kolli. En ég held að við skulum ekki vera að bíða eftir því, heldur bara að skrá þessar niðurstöður. Við vitum ekki alveg hvenær við komumst með hóp í skólan. En svo til þess að taka þessa töflu þá myndi maður í rauninni vera með tenginguna við spennugjafann og síðan eða, já, ég myndi kannski hafa þetta í þessari stöðu þannig að þéttirinn væri tómur og svo á hann að hlaðast upp. Sem sagt,
ég ætla að já, núna dómur og þá ætla ég að hlaða hann upp hérna og ég fann ræsi start og síðan myndi maður setja inn þegar hann væri komin upp í 1 volt þá hérna byrja maður þegar ég set rofan yfir í 10 volta spennugjafans. Þá verð ég að ýta sama tíma á start á skeiðklukkunni. Og þegar hann orðinn 1 volt spennan, þá myndi maður fá millitíma eða á tíman þegar að spennan 1 volt. Það svona, þá myndi maður ýta og þá fær maður hérna bæði overall time sem maður myndi nota. Ég ætla bara rétt að taka kannski 2 mælingar til þess að bera það saman við töfluna, gott þetta sé ekki allt annað heldur en í raunveruleikanum. Nú komum við bráðum með 2 volt, það er svona. Og sjáum hvað gerist þegar spennan er 3 volt. Sýnst þetta vera miklu lengur að gerast í tölvunni. Og síðan 4 voltinn. Ég hitti ekki á takkanum í 3 voltunum, þannig að ég var aðeins að bíða með þetta, fá 4 volt, það er hérna. Eða þá að skjárinn var farin að leggja af stað yfir í sleep mode eða eitthvað svoleiðis. En mér sýnst að þetta er miklu hærri tölur hérna með herminum. 5. Já. Þetta tæplega 2 mínútur þegar við erum komin upp í 5 volt, þannig að það er gríðarlegur munur á því. Þannig að það er ekkert að marka að taka mælingu hérna í multisim. Það er náttúrulega bara hermir. Og þetta gerist á miklu lengri tíma heldur en í raunveruleikanum. Eins og við vorum búin að átta okkur á áður. Sem sagt, þá vona ég að þið séu búin að taka þessa tölur niður og meiningin var hérna í lokin að segja hérna síðustu 2 mælingarnar ættu að vera 30 sekúndur, bætum við hérna 30 sekúndum og 60 sekúndum eftir að spennan kemst í 10 volt. Þannig að við fáum bara þessar tölur til að línuritið lítið betur út fyrir okkur. Það er að stoppa hérna þetta og þannig að þegar maður setur þetta hérna inn í Excel og inn í töfluna hérna, þá er hægt að hægri smella hérna og fara í Edit Data og velja Edit Data in Excel. Ég held að það reynist best. Og þá kemur Excel upp og þá eru bara allar þessar tölur skráðar hérna inn sem að voru í töflunni, mælingatöflunni. Þetta er svona tíminn í sekúndum. Og þá, þegar það er komið, þá bara er sagt hérna, þá þarf maður bara að loka, það er bara að X-a á þetta. Og það verðist vera tiltölulega góð tafla. Já, allt í góðu lagi. Ég hérna merki við. Svo að hérna þið reynið að setja þetta inn og fá þennan náttúrulega logaritma eða þessa línu sem er nokkurn veginn náttúrulega logaritmi. Svona.
Og síðan spurt hérna, já, sem sagt, til þess að opna þessa skrá, að þá betra að hérna velja bara alla línuna. Velja alla þessa punkta og hægri smella þar og fara í edit data. Frekar heldur en að velja einhvern ramma hérna í kringum og ég veit ekki sko hvað kæmi út úr því. Þá kannski verið að breyta hérna ásunum eða eitthvað. Allavega að skiptir máli að maður sér að þessi lína hérna sem eiginlega bein hjá okkur fyrst, að hún sé valin fyrst og síðan fara í edit data í Excel, edit data in Excel. Ok, inn í þetta, síðan spurt hér eða sagt að öllum líkindum sér þú að spennu þéttin hækkar hratt fyrst til að byrja með, hérna, dálítið hratt, en hægir svo á sér. Og við sjáum náttúrulega að þegar að spennan hækkar yfir þéttin, þá það sko þéttispennan, hún eiginlega dregst frá spennugjafaspennunni og restin af spennunni fellur yfir viðnámið. Ef að spennan hækkar yfir þéttin, þá hlýtur spennan að lækka yfir viðnámið og þess vegna verður lægri spenna til að knýja strauminn í gegnum mótstöðuna og þar af leiðandi alltaf lægri og lægri spenna, minni og minni straumur í gegnum R1. Það rauninni bara skýringin. Ef við myndum reyna að fá stöðugan straum í gegnum þá þyrfti spennugjafarspennan alltaf að hækka til þess að fá sömu spennu yfir mótstöðuna. En það ekki verið að leitast eftir því, heldur bara að við sjáum að spennan lækkar yfir viðnámið og þar af leiðandi þá dregur úr straumnum. Og þar til að hann bara alveg nánast niður í 0 þegar að þéttirinn orðin full hlaðinn. Ok. Svo, hér höldum við það áfram að spá í þetta. Já, það segir hérna, ég myndi nú frekar útskýrta út frá, sko það já við getum sagt að sko spenna þéttisins hækkar, en þá spennufallið við mótstöðuna minna og þar af leiðandi verður straumurinn minni, lægri spenna til að knýja strauminn gegnum mótstöðuna. Það kannski ekki alveg, ég ekki alveg svona sammála þessari útskýringu að viðnámið þéttinum aukist. Já, sko, við getum litið á í rauninni spennu þéttisins sem mótspennu í rásinni og svona í þá átt getum við hugsað okkur að ok, það að myndast ákveðið kannski tregða fyrir strauminn þá í gegnum raftengt viðnám. En ok, látum það liggja til hluta. Hvaða áhrif hefði það á hleðslutímann að auka viðnámið í rásinni? Og þá myndum við náttúrulega lengja þann tíma sem að þéttirinn hlaðast upp. Þá myndi hleðslutíminn aukast. Ef við til dæmis færum með þetta upp í 30 þá myndi að vera ennþá lengur að hlaðast upp. Ef ég prófa að ræsa hérna aftur svona og hann að byrja að hlaða, já hann nú tiltölulega fljótur að hlaðast upp svona, en ef ég byrja svona og ræsa þetta aftur og setja hérna space upp, að þá hann mun hægari að taka við sér hérna. Mun hægari að fara upp í 1 voltinn. Og straumurinn líka miklu minni.
og það ástæðan fyrir því að þegar við erum með miklu stærra viðnám hérna, þá verður miklu minni hleðslustraumur við sama spennu, og þar af leiðandi tekur ennþá lengri tíma að hlaða upp þéttin ef að viðnámið stærra. Ok, við erum búin að svara því. Það myndi lengja hleðslutímann á þéttinum. Hvaða áhrif hefði það á hleðslutímann að minnka þéttinni í rásinni? Það getur við vel gert. Við skulum bara færa þetta aftur í 15.000 og breytum þessum þétti í kannski 22 mikrofart. Hvað gerist þá? Þá hérna, já, það space hérna niðri. Þá skulum við sjá hvað hann fljótur að hlaðast upp. Sett hérna tengi með rofanum og hann rýkur hérna upp í 5 volt, 7 volt, svo går hann upp í 8, 9 gráðum, þarna 9 volt og þannig að hann gríðarlega fljótur að hlaðast upp og hann styttir hleðslutíma á þéttin ef að þéttirinn minni í rásinni. Við sjáum það á þessu. Ok, þá höldum við áfram og þá erum við með hleðslu þéttis. Þá farið þið að skrá þessa niðurstöður og ég ætla að prófa að breyta þessu þétti aftur tilbaka í 2200 mikrofarada þétti og ég ætla bara að sjá hvernig þetta núna. Já, hann nánast full hlaðinn, það nánast engin straumur á ferðinni, rofinn tengdur og svo myndi ég bara afhlaða það sem við gerum. Við rauninni tengjum efri endan sem sagt á mótstöðinni í 0 voltinn á spenningjafanum, þannig að þá afhleðst þéttirinn í gegnum straummælinn tilbaka. Þannig hann afhleðir sig alveg og orkan eyðist í mótstöðinni. Þá skulum við prófa það. Það núna 9,985 volt eða 10 volt nánast á þéttinum og við byrjum að hlaðan, 1, 2 og hann lækkar hérna smám saman og þá myndum við taka tíman á því hvað hann fljótur að fara niður í 9 volt. Hérna voru það 33,5 sekúndur og síðan kolli á kolli. Þannig að við skráum þessa töflu. Þið skulið skrá þessa töflu bara hjá ykkur. Til öryggis getið náttúrulega tekið mynd af henni ef að hérna ég fer of hratt í þetta. Það komið hérna niður í 8 volt og það sama með þetta tekur lengri tíma að herma þetta í forritinu heldur en í raunveruleikanum. Og þegar að við erum komin með alla þessar tölur, við byrjum í núli náttúrulega í 10 voltum, 3,5 sekúndur í 9 voltum, 7,4 sekúndur í 8, 11,8 í 7 voltum, 16,9 sekúndur í 6 voltum, 22,9 sekúndur í 5 voltum, 30,2 sekúndur í 4 voltum, 39,7 í 3 voltum, 53,1 sekúnda í 2 voltum, 76 sekúndur í 1 volti og síðan bætum við 30 sekúndum og 60 sekúndum til þess að fá svo spennuna alveg niður í 0 volt. Þá erum við 116 sekúndur og 146 sekúndur. Og þessar tölur, þessa töflu setjum við inn í
línuritið fyrir afhleðslu þéttisins hérna á eftir. Og þessi lína var einhvern veginn, ég man ekki hvort það var svona eða svona niður, eða einhvern veginn beinlína væntanlega. Og þá er best að velja línuna, hvernig sem hún er fyrir fram og hægri smetla á hana og fara í Edit Data og auðvitað áður maður gerir það, til þess að sjá hvar maður á að líma skrána eða þetta inn, þá þarf maður að passa sig á því að bara taka tölugildin hérna, 0 og niður í 146. Þannig að til þess að kópera þetta yfir, að þá myndum við taka þennan dálk hérna frá 0 sekundu og niður í 146. Ekki taka tíman með, ekki taka merkingun á dálkinu með, heldur bara tölugildin. Og þá hérna líma það hérna inn. Þegar búið að líma það inn og þá bara að loka töflunni. Og ég sáðu að ég var að velja þetta hérna. Já, hérna var eitt valið. En best væri að allir punktarnir hérna væri valdir einhvern veginn. Þá hægri smellur maður á þetta og fer í Edit Data in Excel. Og þegar þið eru búin að líma þessa tölu hérna inn í, þá bara Excel-skjalið út og þá breytist línuritið frá því sem var hérna hrátt yfir í það að fá hérna fallega afhleðslu kúrfu. Svo koma eflaust hérna einhverjar spurningar á eftir. Það ætti að sjást á línuritinu, það ætti að sjást að línuritin í liðum 1, 2 og 1, 3 eru í raun spegilmynd af hvor annarri. Við erum að sýna með jöfnu fyrir hleðslu og afhleðslu þetta að spennan sé 5 volt á sama tíma í báðum tilfellum. Já. Og þá er þetta gert svona sem sagt að þá höfum við tvær formúlur. Við höfum formúlu fyrir hleðslu þéttis og á meðan ég er með þetta síðu opna þá vonandi sjáu þetta nógu vel að þið getið bara hreinlega tekið snipping tool mynd af þessu. Það er gríðarlega mikil vinna að setja inn þetta í equation editorinn og þannig að þið skulle bara taka mynd af þessu, hvort þið getið tekið mynd af þessu með símanum ykkar eða með snipping tool eða með einhverjum hætti eða print screen inn í vinnsluminnið og í clipboard og hérna getur svo límt þessa inn í skjal, inn í Word. Þannig að hérna, hér er talað sem sagt, við erum með formúlu fyrir hleðslu þéttis. Og svo höfum við formúlu fyrir afhleðslu þéttis og þá hérna setjum við saman sem merki þarna á milli til þess að athuga hvenær er spennan jöfn eða hvenær gerist þetta og hvaða tíma gerist þetta. Ef að spennan er 5 volt bæði í hleðslu og afhleðslu á sama tíma þá gildir að þá setjum við sitt hvora formúluna, setjum inn í formúluna
tíman, sem sagt, þetta væntanlega tá og svo þetta leitt hérna út og endanum fáum við 22,9 sekúndur. Og það passar við báðar töflurnar að við 22,9 sekúndur, sjá hérna, 22,9 sekúndur, þá spennan 5 volt og ef við athugum, þetta afhleðslu taflan, ef við skoðum hleðslutöfluna, 22,9 sekúndur, 22,9 sekúndur, hérna 22,9 sekúndur, þá spennan líka hérna 5 volt. Þannig að þetta gerist eftir 22,9 sekúndur að þá spennan sama, bæði hleðslu og afhleðslu, 5 volt. Þetta svolítið ótrúlegt, galdrar eða töfrar eða eiginleiki. Já, þetta merkilegt fyrirbæri. Og síðan talað hérna tímastöðulinn í þessu, að þá erum við með 100 á viðnám við afhlaðaþéttinn snögglega og við tökum tíman á því hvað tekur spennuna yfir þéttina langan tíma að ná 6,3 voltum og tökum hérna tíman á því. Þá myndir maður raunir bara eins og ég gerði hérna áðan, það bara að setja í gang og tengja hérna með rofanum yfir á plúsinn og við erum með rétta stærð í þessu núna og þá myndum við bara hlaða þéttinn og ræsa skeiðklukkuna leið og athuga hvað hann lengi að komast upp í 6,3 volt og það hefur komið hérna, það hefur tekið tíma hérna 34 sekúndur. Það ekki að marka tíman í herminum, hann aðeins lengur. Og nú reiknum við þetta út frá stærðum mótstöðunar sem nákvæmlega mæld 15.065 ohm og síðan þéttirinn, hann 2200 mikrofarad. Þannig að við markvöldum þetta ohm sinnum farad, þannig að þess vegna þetta sett sinnum 10 mínus 7 veldi af því að þetta 2200 mikrofarad. Og tímastöðullinn margfeldi af stærð mótstöðunar og stærð þéttisins. Svo að tímastöðullinn í þessu tilfelli 33 sekúndur sem passar nokkurn veginn við þessa mældu stærð eða þennan mælda tíma, 34 sekúndur. Ok. Svo segir hérna að spennan hefur náð 63% af hámarksgildi sínu þegar að tímastöðlunum liðinn frá byrjun hleðslu. Þá spurt hve há spennan eftir þennan tíma þegar að þéttirinn afhleðst frá 10 voltunum. Þá hlýtur spennubreytingin að hafa verið 6,3 volt við sömu aðstæður, sama viðnám tengt og þá hérna lækkar spennan 6,3 volt og þá myndum við mæla 3,7 volt. Og það kemur þá væntanlega bers saman við afhleðslu línuritið. Ef við skoðum hérna þegar spennan komin í 3,7 volt, hvað var þá tíminn, 33 sekúndur. Ok, 3,7 volt, þetta afhleðslan og
þá myndi maður bara finna þennan stað nákvæmlega á línuritinu. Þess að 3,7 volt, að þar værum við komið með 33 sekúndur. Þá hefur spennan lækkað 1 tímastöðu sem sagt, og þá þetta orðið spenna sem hefur lækkað 63% frá 10 voltum. Þá hún komin niður í 3,7 volt. Ok, þá það næsta, hleðsla og frá síðasta, hleðsla við 5 volta spennu. Ef ég breyti spennugjafans í 10 volt, þá á að vera sama niðurstaða í þessu. Úr 10 í 5 volt segi, sem ok hérna. Og ég ætla að afhlaða þéttin fyrst. Og spennugjafinn fá ekki sjokk. Svona. Og ég breyti núna og tekur mælingu. Hvaðan lengi að hlaðast upp í 63% af 5 voltum eða í 3,16 volt. Og þá smelli ég á rofan og tek tíman hvaðan lengi að hlaðast upp í 3,16 volt. Og það kemur bara hreinlega í ljós að þar sem að 3,16 volt eru 63% af 5 volta spennu, það spenna sem þéttirinn ætti að vera búin að ná eftir 1 tímastuðul eða 33 sekúndur sem passa við mælinguna. Þannig að það skiptir í rauninni ekki máli hvaða spennu við erum með, tímastuðullinn í rauninni alltaf sá sami. Og auðvitað spennan önnur, sem sagt, 63% af hámarksspennunni náttúrulega alltaf mismunandi ef við erum með aðra spennu. En þetta eltir alveg. Þannig að það skiptir ekki máli hvaða spenna á spennugjafanum. Við höfum alltaf sama tímastuðul vegna þess að tímastuðullinn fer eftir stærð mótstöðunar og stærð þéttisins. Það það sem við lærum út frá þessu. Ok, segjum skilið við þessa skýrslu nema þið hafið einhverjar spurningar varðandi hana. Nema ég býð þá bara eftir, en annars ætla ég kannski bara að slökkva upptökunni fyrir þessa skýrslu og fara svo aftur í aðra upptöku fyrir næstu skýrslu.